Velkomin í Biblían á mannamáli. Hér ég sestur eina ferðina með Biblíuna mína og kaffibolla minn og við erum ennþá í Galatabréfinu. Þú kannski spyrir þig hvort eyða svona miklum tíma í þetta Galatabréf eða í þetta málefni með umskurn og lögmál og náð. Nú það vegna þess að í fyrsta lagi nú handa bara heilt bréf í Nýja testamentinu sem fjallar nákvæmlega þetta sem eru andsvar og Páls postula við umskurðnarsinnunum eða gegn umskurðnarsinnunum sem vildu leggja alla söfnin í Galatu í ánauð aftur undir lögmálið. En þessi boðskapur sem að þarna tekin alveg heil bók í heilt bréf í þráður í gegnum hverju einustu bók. Þú sér þetta aftur og aftur og aftur. Þetta áherslur sem að ganga út á það að meðtaka líf Krists og frelsi hans fyrir náð hans eingöngu, en að það sé ekki hægt að áminna sér inn réttlæti eða stöðu eða líf í Guði af eigin góðverkum. Og ítrekað, þið búin að heyra mig segja það, ég ekki að segja það að það sé nóg bara að játa eitthvað í munninum og síðan getur maður bara líf manns verið fullt af vonduverkum. Nei. Við erum alveg búin að negla það, held ég, og þess að ávöxturinn af lífinu í Kristi kærleikur. Ef það ekki ávöxturinn sem að sýna sig, þá vantar eitthvað upp á verkið sem að þú ert að játa með munniðinum. Þar sé það hefur ekki náð til hjartans. Þá það bara á svona eigin vitsmuna hugsunum og við komum að því á eftir. En þetta skiptir máli og ég ætla að lesa fyrstu bara 6 versin í 5. kaflanum og það Páll náttúrulega ávarpa, eins og við vitum, söfniðina 4 sem hann og Barnabás stofnuðu, kenna þeim og sýna þeim fram á það að láta ekki snúast tilbaka í lögmálsverkin þegar Kristur hefur gefið þeim frelsi. Síðan ætla ég að taka þetta og heimfæra það inn á nútíman hjá okkur. Aðeins að segja, hvað þýðir þetta fyrir okkur í dag? Því að við erum kannski ekki endilega brölda með það hvort að við eigum umskerast og ganga til lögmálið. En það aðrir þættir hjá okkur í dag sem að hafa nákvæmlega sömu áhrif og virka á nákvæmlega sama hátt. Svo þetta mjög viðeigandi fyrir okkur í dag. Svo ég ætla að kíkja á það á eftir. En lesum. Til frelsis frelsaði Kristur okkur, standið því stöðug og látið ekki aftur leggja okkur ánauðar ok. Til frelsis frelsaði Kristur okkur, punktur. Fyrsta setningin í þessum kafla. Þetta dásalegt. Þetta frelsi sem að Páll að vísa til þarna, það erfitt að lýsa því, það eiginlega bara nánast ekki hægt að koma alveg orðum að því því að þetta ekki bara eitthvað ytri hluti, þetta eitthvað sem að umbreytir og snertir hjarta fólk svo djúpt. Ég ætla að reyna að lýsa, nota 1 eða 2 mjög veik dæmi til þess að þið átti ykkur á þeirri tilfinningu. Segjum til dæmis að það sé búin að vera lokuð inn í herbergi og þið komist ekki út og það engin annar í húsin til að opna og þið vitið að það allir í burtu í einhverja vikur, svo gerist eitthvað sem verður til þess að þú kemst út. Og við tölum það, við segjum segja, ég var frelsinu fegin. Þetta ákveðin upplifun sem á sér stað. Það ekki bara tveitt laus út úr þessu lokaði herbergi sem heldur að vera tilfinningin við frelsinu sem þú fékkst. Annað dæmi. Segjum hún sért bara eins og klassískur íslendingur á miðjum aldri, segjum við að talum á svona nýbúin að stofna fjölskyldu, búin að kaupa eitt fyrsta hús og lánin eru yfir þeirri möndi ekki síst í þessu vaxta umhverfi sem við erum í dag og það bara unnið myrkran á milli og afborgunin láninu bara 450.000 kall á mánuði eða eitthvað og tekur bara étur upp launin ykkar og þeir eru með 2 börn og þetta eilíf barátta með það að geta greitt af, lendi ekki í vanskilum, fá ekki og okkur vexti þaðar og svo framvegis og framvegis og framvegis. Svo kemur bara einhver góð hjartaður sem á fullt af pening og
greiði bara upp lánið þitt, borgar það bara upp. Og fyrst, þetta er ógott þegar þú satt þess að við myndum segja og þú trúir þessu alla. Hvað meinar þú ert ekki að borga upp lánið mitt? Jú, ég er búin að því mér þessu. Þú skuldar ekkert, næstu mánaðamót en engi 450 skall í bankan vegna láns. Þegar þú áttar þig á hvað hefur gerst, þá fyllist lífið þitt af gleði og þakklæti og frelsist tilfinningin er rosaleg. Það er ekki bara það að nú getur þú veitt það að kaupa lítið þríhjól handa barninu þínu. Þú getur hugsað að ekki þurft að vinna í sumarleifinu, ekki taka alltaf aukatímar að það eiga fyrir, þú getur lifað það sem við myndum segja kannski eðlilegu mannsamöndu lífi. Frelsið er algjört. En það er ekki bara hvernig það virkar fyrir þig, heldur er að tilfinningi sem þú færð. Bæði þessi dæmi sem ég er búin að nefna eru veik í samanborði við. Þau komast ekki með tætnar það sem að frelsi Krists yfir hælana. Sú tilfinning, það frelsi sem hann gefur er engu líkt fyrir þau sem hafa upplifað það. Og nú ætlum ég að segja og ítreka sem ég hef sagt áður, þetta er ekki spurningin það að allt komi allt í einu, ekki óþolumæði, ég hveti við, þetta er ferðalag. En eitthvað stað byrjar þetta og svo vexa. Það getur komið stórt í einu, ég er ekki að segja það, eins og til þess að þetta greiði upp eitthvað lán og þegar þú áttar á því, þá ertu bara, wow. En við göngum inn í þetta. Við erum á ferðalagi. Þannig að þó að þér finnst þú ekki að vera rosalega frjáls núna í öllum hlutum innra fyrir, jú, það er eitthvað gott gerst, jú, því ég mætti Kristi og hérna fór að taka hans líf og orða alvarlega, þá gerðist eitthvað innra með mér og mér fannst það gott. En ég er ekkert búin að ná öllu. Nei, það er allt í lagi. Það er allt í lagi. En við höldum áfram. Við biðjum, við leitum, við knýjum á og frelsið mun bara vaksa. Þetta er andstæðan við það að lifa eftir áritinu á ytri skilningavitinu. Ytri skilningavitinu okkur er endals að taka við alls konar áriti. Stundum er það gott áriti og þá getur það uppöru okkur og glatt okkur, en oft á tíðum er það mjög erfið og við erum alltaf að bregðast við. Líf okkar snýst meir og munum það að höndla einhvern veginn og halda öllum sem boltum og lofti sem að ytri áritinu eru á okkur og tala ekki raddirnar í hausnum á okkur og allt þetta muniði. Þetta er bara endalaust. Ok, frelsi Krists tekur líf þitt frá þessari baráttu utanfrá og inn og kemur með andaguðs inn í líf þitt, gefur þér innri frið, innra jafnvægi, innri hamingju. Hver þráir ekki þetta? Jafnvægi, frið og hamingju og frelsi innra fyrir. Og gefur þér kærleikskraft sinn, anda sinn í brjóst til þess að takast á bara við eigið líf og svo framvegis. Það er svo margt sem við erum að berjast við. Við erum að berjast við alls konar innri baráttu sem við jafnvel segjum engum frá nema kannski sálfræðingnum okkar eða prestinum okkar. Við höfum alist upp fyrir það að vera tölu niður. Það hefur verið brotið á okkur. Okkur hefur verið mismunað. Við höfum verið beitt ofbeldi. Allar þessar vondu hliðar. En það þarf ekki það til að finna til vanmáttar innanfyrir. Þú þarf ekki afleitt gengið gegnum neitt af þessu. En hvað þá ef þetta er? Þá er innra lífið svona í sárum og tætlum. Frelsi Krists, þetta sem Páll er að tala hérna, til frelsis frelsaði Kristur okkur, það læknar. Það læknar þessi sár og gerir heilt og gefur þið frelsi. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Í þess tilfelli sem Páll er að tala hér, sérstaklega sem á við Galatamennina, er að ekki láta leggja okkur ánæðurók, segir hann. Standi stöðug, ekki láta leggja okkur ánæðurók lögmálsins, það er að segja að fara frá þessu frelsi sem að Kristur gefur innanfyrir yfir í ytri lögmál það hvað þarfst að gera til þess að Guð sé nú sáttur við þig. Páll segir ekki láta að gera það. Og þetta er að segja að tala eftir því að það má segja og ég hef nefnt áður að þessir umskurðnarsinnar voru kannski
svona bókstafstrúa menn þessa tíma, þú verður að gera þetta, annars ert ekki hluti af, þú verður að láta umstýrast, þú verður að gangast undir lögmál Móse, þú verður að, annars áttu enga hlutdeild í hjálpræði Guðs, ef þú gerir það ekki. Þannig að ef þú gerir ekki eitthvað, þá áttu ekki hjálpræði. Páll segir, nei, þetta ekki svona. Við getum ekkert gert nema að taka á móti hjálpræði eða frá Guði komið. Og það ávöxtur þess í hjörtum okkar kærleikur og fallegt líf og það að við höldum lögmálið innra fyrir. Það að segja að það birtist út af við sem ávöxtur, en það búið að rita á hjartaspjöldin. Við þurfum ekki að lifa eftir lögmálinu utan frá inn, við lifum innan frá og út. Þetta stóri munurinn og þetta gríðarlega mikilvægt. Við ætlum að skoða þetta betur eftir hvernig þetta gæti átt við okkur í dag, af því þetta á við okkur í dag, ekki kannski lögmál Móse og ekki umskurnin, en samt, förum við þá eftir. Þetta klára að lesa hérna út. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Og enn leggir ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast skyldugur til að halda allt lögmálið. Þið eru þá orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eru fallin úr náðinni. Vá, hafið heyrt þetta talað þetta, sem þið sem eru í kirkjunum, að hann fallur úr náðinni af því hann syndgaði. Það óbíblilegt að segja það. Það hvergi sagt í Biblíu að falla úr náðinni. Ja, hann var ægilega trúaður og hann var mikið hérna í kirkjunni, já, og hann tók þessu fagnandi og í 3 ár þá var hann bara alveg, hann var stórkostlegur, það var svo gaman að hafa með, hann elskaði Jesús svo mikið, en nú hann fallinn í synd og lifir hann í synd eitthvað staður út í bæ og hérna sést lítið í kirkjunni, hann fallur úr náðinni. Nei, náð Guðs algjörlega yfir lífið þessa manns. Að falla á náðinni, segir Páll hér, að ætla að réttlæta sig með eigin verkum. Það að falla úr náðinni. Úps, við höfum misskilið þetta algjörlega í gegnum árin mörg okkar. Þið eru fallin úr náðinni, þið sem ætla að réttlæta ykkur með lögmáli. Búið, þá gagnast Kristur ykkur ekki neitt. Það að segja verk Krists verður þó engu gjört. Tökum dæmi litla sem ég var með áðan. Segjum að ég komi til þín með og hafi ekki bara farið í bankann og greitt upp lánið og kemur til og segir, heyri, ég með þennan pening hérna. Ég með þennan pening. Nú ætla ég bara að borga upp lánið og þú segir, nei, ég ætla að sjá þetta sjálfur. Ég ætla bara að gera þetta, ég get ekki þegið þetta, ég vil bara fá þetta lán uppgreitt sjálfur á þessum 40 árum, 3 sinnum upphæði lánsins eins og það gerist í dag. Ég ætla að gera þetta. Ok, þá gagnast mínir peningar þér ekki neitt. Þetta enn og aftur veik lítil mynd af því sem að Páll að reyna að kenna þeim. Ef þú ætlar ávinna þér stöðu hjá Guði og trúa því að hann elski þig meira, og hérna kannski lykillinn, þetta gríðarlega mikilvægt, þið sjá að ég að taka tími í þetta. Mér finnst ekki leiðilegt að taka tími og ég vonið fyrirgefur mér að ég, þú veist, kannski við jórtunum svolítið mikið á þessu, við erum að ná sem mestri næring út úr þessu. Ef að ég trúi því að Guð sé ánægðari með mig, hún líki betur við mig, talandi hann svona elski mig meira, jafnvel þar. Þó að Guð náttúrulega elskar alla, segir Biblían, svo þannig erfitt að halda því fram. En já, en að ég komi mér í sérstaka stöðu. Ég sem sagt gullnabarnið í fjölskyldunni. Guð heldur mest upp á mig af öllum vegna þess að ég geri þetta og geri hitt og passa með að gera ekki þetta og geri ekki hitt. Ég að ávinna með stöðuna hjá Guði og Guð örugglega miklu ánægðari með mig út af því og ég þess vegna mun réttlátari heldur margir aðri. Sjáðu þetta fólk hérna, sjáðu fólki hérna hinum minn eða aftast í kirkjunni minni.
það situr á aftasta bekk og ég hérna fremst, ég stend upp þegar við erum að syngja og ég þori stundum að lyfta höndum og ég hérna, ég betri. Úps, Páll segir, nei, þá ert þú fallin úr náðinni. Það að falla úr náðinni, ekki sá sem fór heim og lenti í einhverju synd eða fór að gera einhverju ranga hluti, heldur sá sem að með yfir skyn guðhræðslunnar. Sjáu hvað ég flottur, sjáu hvað ég fallegur, sjáu hvað ég réttlátur. Páll segir, nei, gengur ekki. Þá eru þið fallin og Kristur gagnast ykkur ekki. Og það bara sama eins og með þessi veika mynd á það sem verður að reyna dæmi. Hérna peningurinn, en hann gagnast þér ekki að því þú ætlar að gera það sjálfur. Þarna vöðum við oft í villu, mörg okkar. Og við dæmum hægri vinstri, við dæmum það sem ekki í kirkju. Við dæmum það sem segir, ég veit bara, ég strakla mjög mikið með þessa guðstrú. Já, hann náttúrulega bara, hann ekki náði yfir honum. Ójú, það náði yfir honum líka. Hann bara eftir að vakna. Svo segir hann í 5. versi, ef við væntum í andanum, það er að segja, fyrir anda Guðs inn í okkar líf, okkar innri mann, að öðlast af trúnni, það er að segja trúnni á Jesú Krist, að hafa meðteki og samþykkt og tekið á móti gjöf hans, náð hans, þá væntum við réttlætinguna sem von okkar. Við væntum þess að hann réttlæti okkur, að hann gefi okkur þessa stöðu. Við finnum það að við erum ekkert í eigin krafti, við getum ekkert. Allt okkar besta svo lélegt. Jafnvel okkar besta. Kemst ekki, engin, það ekki hægt að jafna það nokkuð nátt við það besta hjá Guði. Það ekki það besta hjá Guði til, það bara það besta. Það ekki hægt að blanda því saman, það ekki hægt að jafna því saman. Við væntum þess í anda Guðs, fyrir anda Guðs, innra í anda okkur, að við séum réttlátt, að hann gefi okkur þessa stöðu, þennan aðgang að sér. Svo kemur þetta fallega 7. vers, ég elska 7. versið. Í þessu samfélagi, takk eftir, í þessu samfélagi sem við erum búin að vera að fjalla núna, ekki samfélagin sem þú ætlar að gera þetta sjálfur og þú trúir því að Guð með því að láta umskerast, þú trúir því og takk eftir, við erum kannski ekki þessari stöðu hér á Íslandi að vera þeirri stöðu sem Galatamenn voru að það verður að pressa okkur umskerast og halda lögmálið, en já, við halda lögmálið kannski, við þurfum ekki að umskerast en við getum svona láta alla sjá hvað við erum góð og við trúum því innst inni að ef við gerum þetta vegna þess að við gerum þetta þá þykir Guð vænn okkur eða sé ánægður okkur heldur en hann Jón hann hinum einn sem ekki að gera þetta. Svo kemur þessi fallega setning. Í samfélaginu, í þessu samfélagi fyrir anda Guðs innra með þér, það sem gjöf Guðs innra með þér og náð Guðs hefur tökum á hjartaðinu, í því samfélagi við Krist gildir hvorki umskurn né yfirhúð. Umskurnin, þessi ytri tákn einhverja guðrækni skiptir engu máli ef þú ætlar að ávinna þér það, ef þú heldur að það ávinni þér sessin hjá Guði. Í samfélaginu við Krist gildir trú, segir hann, sem verkar í kærleika. Þetta það sem ég er búin að vera að tönglast á og muni tönglast á áfram. Það fyrir anda Guðs sem kærleika, hans útelt í hjörtu okkar. Og líf þitt og líf mitt og líf okkar allra. Í samfélaginu við Krist, Jesú, gengur ekkert út á það að láta umskerast eða reyna að gera hitt eða þetta ykkur vitri táknum til að allir sjá hvað við séum flott. Nei, dautt, mundu, ef ég hef ekki kærleika þá ég bara eins og tómtuna, það glímur bara í mér, blung, ekkert, innan tómt. En ef ég leyfi Guð að höndla hjarta mitt og ég geng auðmjúkur fram fyrir honum, bið hann að kenna mér, leiðbeina mér, leiða mig. Það hann sem með mig í þessu ferðalagi. Það hann sem skapaði mig í sinni mynd. Það hann sem að kenna mér að lifa í kærleika. Það hann sem að kenna mér
að vera góður maður. Það hann. Ef ég meðtek þetta í trú, þá verkar kærleikurinn í mér. Allt í Kristi komið undir þessu. Trú sem verkar í kærleika. Ávöxtur trúarinnar kærleikur. Númer 1, 2 og 3. Ef einhver játar með munni sínum, já, ég trúi á Jesú, og hann í eða hún í því að reyna að þóknast Guði af því hún trúir því að Guð samþykki það betur og sé ánægður með hann ef hún svona. En þegar þú lítur á ávöxt lífsins og þar engin kærleikur, þá eitthvað að. Þá þetta vitsmunalegt. Þá þetta bara ég. Þá þetta ekki Guð. Hann vill fá að koma af stað, hann ekki farinn, hann bíður, leyf mér. Sjáðu. Ég elska þessi vers. Það byrjar svo fallega að hann frelsaði mig til frelsis, ég ætla ekki að láta leggja mig ánægðarók, ég ætla að lifa í frelsinu. Og ef ég lifi í þessu frelsi, þá verkar kærleikurinn í mér til Guðs og til náungans, til allra í kring. Og markmið Guðs náð að við lifum eftir hans mynd, því hann kærleikur. Ég segi það, hef sagt áður og segi það enn. Lífið skóli og námið kærleikur. Það sem við erum að læra. Og við erum á svo mismunandi stað eða mismunandi stödd af þessu ferðalagi. Ég ekki tala það að sá sem ekki, og hef sagt það og ítreka, þú getur fundið kærleika í lífi fólks sem hefur ekki trú á Jesú. Að sjálfsögðu. Stundum finnur meiri kærleika hjá þeim sem trú ekki á Jesú í heldur en þeim sem segjast trú á Jesú. Eitthvað ekki alveg að ganga upp. Ekki jafnvægi eins og það að vera. Og við erum öll á þessu verðar, allir Íslendingar, sagði á þeim, við höldum okkur bara við landi okkar núna, landi og miðin, við erum öll á þessu ferðalagi sem hafa vaknað og átt að sjá tilvist Guðs. Það byrjaði kannski ekki endilega á því að þau sáu Guð, þau bara föttuðu allt í einu að þetta sem kallað vitund og meðvitund og svo miklu stærra og meira heldur en bara okkar líkamlegu hluti og þetta eitthvað svo stórt, þetta eitthvað svo mikið. Og vísindamenn, ég veit sagt það líka, að sýna fram á það núna að raunvísindin elska það, raunvísindin fara að bakka þetta upp og sýna að kennslan Guð og tilvist hans og sköpun hans nú bara kannski ekki svo fjarri lagi. Við erum öll að vakna eitthvað staðar, við erum öll á þessu ferðalagi. Og ég sé að klukkan svolítið margt, ég rétt að byrja, ég hef svo mikið frá að segja þetta mál og ég bara held áfram næst það í góðu lagi. En ég hef sagt það og lagt það áherslu að vegna þessara hluta að þá snýst þetta ekki það og Biblían kennir okkur ekki það að Guð varpi nein undir helvítis vegna þessi óánægð með þá. Ég veit það, hlustaðu, ég veit að það eru margir undir í þessum kringumstæðum sem ég var að tala áðan með lögmálið eða sjálfsréttlætinguna, vilja lifa og trúa því að Guð sé ánægður með ef þið gera svona hinsegin. Það ekki vegna þess að þau vilja ekki vera rétt. Það einmitt þess vegna, þau eru að reyna að gera þetta því þau vilja vera rétt. Þau vilja lifa rétt. En þau náði aldrei í eigin mætti. En misskilningurinn oft, og þarna komum við að kannski kjarna og ég ætla að ræða það í næsta þætti. Ég sagði áðan að þetta sem Páll að skrifa þarna og við erum að stúdera núna hann að áverpa henni ákveðna kringumstæður til Galatamanna. En þetta á við okkur í dag líka. Og þar kemur inn í ákveðin kennsla, ákveðin fræðsla, ákveðin sýn, ákveðin skilningur, ákveðin guðfræði sem að við höfum lært mörg okkar og sum okkar eru með þetta mjög framarlega á öllum okkar lista meðan aðrir Íslendingar sem að erum með þetta eitthvað svona í aftursættunum þau vitum þetta, við heyrtum þetta en það var enga trú á svo hvað sem þetta þarna og þetta guðfræðin helvítis boðskapinn muniði
Guð skapaði þig, okkur öll, við áttum að gera þetta og þetta og þetta og þetta, en gerðum það ekki og gerðum það sem við máttum ekki, áttum af þessu tré, þarna skilningstrénu og máttum það ekki, og nú var Guð bara ekki sáttur við okkur, svo hann segir, heyrðu, ég sendi Jesú, sko, nú munið þið öll deyja, þið deyið öll núna, bara, þú veist, ég er ekki sáttur við þetta og nú kemur dauðinn bara yfir ykkur, en ég elska ykkur, þess vegna ætla ég að senda Jesú og hann deyr þá bara fyrir ykkur og ég læti refsinguna sem þið áttu að fá á hann. Ég er mjög reiður. Nú refsa ég bara syni mínum í staðinn og svo að þið fari ekki til helvítis. En ef þið trúi ekki á hann og taki ekki á mótunum, þá ætla ég að senda ykkur öll til helvítis alla eilífð þar sem þið kveljist. Já. Þetta er boðskapur sem að margir trúaði, kannski myndi ekki orðan nákvæmlega svo ég var ekki núna, en þetta er kjarnin. Myndi ekki orða það svona, þetta var ofblönt og þetta var ekki að láta svona, þetta er óþægilegt, já, en þetta er samt trú margra. Í orðaforða, sko, Jesús, það sem hann kemur með og kennir okkur og boðar okkur og gefur okkur, og sú trú sem Páll er að tala hér, til frelsis frelsaði Kristur okkur, og sú trú sem þú hefur, hún verkar í kærleika, trúin sem frelsar þig og mig og mannkynið allt, mun alltaf, takt eftir, alltaf líta út eins og kærleikur í verki. Allt annað, allur önnur boðskapur, allt annað sem að menn reyna að segja okkur, er einhver ákveðin guðfræði með yfirskinn trúar. Þessi frelsandi trú, kærleikstrú, er trúin sem Jesús sjálfur var með og kendi. Og í ljósið sem ég var að nefna þessa föstu trú með helvítið, hugsa það, og þú kannski manst eftir ég er búin að lesa það, Jesús gekk aldrei sveitirnar í Ísrael og stjældi fólk með spurningum eins og til þessa sem er mjög klassísk í dag. Ef þú deyrði nótt, ef þú verður fyrir trukk í nótt á hringbrautinni, myndu þá fara til himna eða myndu fara til helvítis? Aldrei heyrður þessa spurningu frá Jesú. Hvað gerði Jesú? Hann læknaði holdsveika, hann gaf hungruðum að borða, hann boðaði fátækum blessun, hann kunngjörði ríki Guðs, sagði það er komið, það er í nánd, það er innra með þér. Í orðaforða Jesú voru trú og hjálpræði aldrei svona einhver happdrættismiði eða happdrættisauglýsing líf eftir dauðan. Trú og hjálpræði Jesú voru innrás frá Guðs ríkinu inn í raunveruleika mannheima. Þau voru gleðiboðskapur að það sem hefði verið brotið og sært og meitt var núna að verða heilt. Það sem hefði glatast, það mun finnast og það sem er dautt mun rísa til lífs. En þetta er frelsandi trúin sem er ritningin Biblían kallar okkur til að taka á móti. Hún snýst að reisa við, endurreisa, lækna, frelsa. Hún snýst það að við fáum að koma heim í fang þess sem skapaði okkur, heim til hans aftur og öðlast það líf og innri frið og frelsi. Og þetta hjálpræði byrjar hér og nú. Hún byrjar ekki hinum megin í hinni víddinni við allt er búið hér. Þetta byrjar hér. Og það er það sem við áttum okkur ekki oft á. Við lifum oft eins og við séum bara, hér erum við bara svona að þrauka þetta og reyna að komast í gegnum þetta svakalega líf hérna og hvað ég er feginn því farin, en ég vona að ég komast til himna. Ég er á þeim stað, ég veit það bara fyrir víst, af því ég þurfti að gera þetta og ég ætla að reyna að hjálpa okkur öllum ef ég mögulega get, eins mikið svo ég get, að aflæra það sem við höfum tekið, margt af því sem við höfum tekið í arf og uppgöta algjörlega ný hvað það er sem ritningin raunverulega boðar. Biblían er stórkostleg, fólki finnst hún ekki oft stórkostleg vegna þess að þau halda þetta gangi allt út á einhvern helvítis boðskap. Og ég segja þetta einu sinni enn. Guð sendir engan til þess að brenna í kosmísku víti alla eilífð með fullri meðvitund svo hann kveljist sem hefndaraðgerð.
Nei, við þurfum að aflæra það. Við þurfum að sjá það að lykillinn í þessu öllu er kærleikurinn. Guð elskar. Við þurfum að rífa niður þessa manngerðu guðsmyndir hefnigjarnan Guð. Við höfum gert hann hefnigjarnan af því við erum sjálf hefnigjörn. Já, við höfum búið til Guð í okkar mynd svo oft. Við þurfum að rífa niður þessa manngerðu guðsmyndir og leyfa okkar sýn á lífið og Guð að mótast algjörlega upp og nýtt. Við þurfum að sjá að Guð það er ekki hægt að setja inn í kassa. Þetta er, ef að segja, óskiljanlegu Guð, en þó opinberar. Það er að segja, hann opinberar sjálfan sig, hann sýnir og við fáum að sjá smábrot af honum. En hann er svo miklu stærri, miklu meiri, miklu fallegri, miklu, svo ég notin bara eitt íslenskt svona nútíma æðislegri, heldur við gerum okkur í hugalund. Og það er aldrei í hugans. Jesús sagði það. Hann vill ekki að neitt glatist. Enginn. Hann vill eiga okkur öll með tölu. Veistu hvað? Já. Nei, heldur ekki að segja þið. Þú þorir. Jú. Líka þá sem eru ekki kristnir. Og veistu hvað? Líka samkynhneigt fólk. Nei, Halldór. Nú ertu gengin of langt. Nei. Hann elskar fólk. Hann elskar fólk. Allt sem við erum búin að klína á Guð, hvernig hann er, hversu reiður hann er, hversu hefnigjarn hann er, hversu vondur hann er. Og ef við gerum ekki þetta og við gerum ekki hitt, þá er Guð ósáttur. Guð elskar mig ekki. Þetta var aldrei sagt við mig, en ég heyrði þetta í uppeldinu einhvers staðar. Það var einhverjum með þetta blessa fólki sem vissi ekki hvað þetta gat gert fyrir börnin. Guð vill ekki eiga þig af því þú gerðir þetta. Þú er með svartan blett á tungunni og svartan blett á hjartanu og Guð vill ekki eiga þig af því þú gerðir þetta. Við þurfum að aflæra þetta, elsku vinir. Guð vill svo sannarlega eiga þig og hvert einasta mannsbarn. Svo sannarlega. Þessi óskiljanlegi Guð, það er að segja þessi Guð sem við getum ekki sett í kassa, en erum að reyna, og það var það sem umskurðnarsinnarnir voru að reyna. Þeir vildu hafa Guð í kassa. Þeir vildu segja Galatamönnum, nei, Guð er svona, sjáðu, þú er að gera þetta, þú byrjar að umskerast, ef það er ekki þá er Guð bara ekki tjá þér. Búið að setja hann í kassa. Þetta þurfum við að aflæra. Ég reyna að miðla, ég reyna að tala, ég sjálfur sér ekki kennarinn þinn. Kennarinn þinn er innan með þér. Andinn þinn, sem andi Guðs talar og kennir og opinberar. Hann kennir. En ég get miðlað, ég get hjálpað, ég get sagt, fengið þið til að hugsa og svo framins og ég vona að þið gerir það. Þér finnst kannski ég taka stórt upp í mig. Og ég veit að ef þú ert búin að vera eða ert á þessum stað sem ég er búin að vera að lýsa sem eitthvað sem við þurfum að aflæra, þá er ég pottþétt að taka stórt upp í mig, finnst þér. En ég ætla að segja þér eitt. Ég var á þessum stað. Ég byrjaði nefnilega á sama stað á Galatamennirnir til frelsis og meðtók yndislega stórkostlega opinberða turnaði lífi mínu. En ég datt inn á þennan stað þar sem ég hélt að ég þyrfti að gera þetta og gera hitt til að þetta myndi nú ganga allt upp. En ég áttaði mig á því, það er ekki leiðin og ég þurfti að aflæra. Ég er enn að aflæra. Já, Guð er góður. Hann elskar mannkynið, hann elskar þig, elskar mig. Og ég ætla að ljúka þessu með því að endurtaka hér: til frelsis frelsaði Kristur okkur. Til frelsis, hugsaðu það, til frelsis. Ertu frjáls? Hugleitu það bara. Ertu frjáls? Þá er ég að tala frelsis tilfinningu, bara frelsið, þessa gleði, þennan fögnuð. Það mun koma aftur að við mun koma að við seinna í kaflanum þegar Páll talar eða ávöxt andans sem munið, kærleika, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmannska, hóvar og sjálfsægi.
Er þetta allt hluti af lífið þínu? Kannski mismundi mikið eða mismundi lítið? Þetta er hluti frelsinu. Í samfélaginu við Krist Jesú gildir hvorki umskurn né yfirhúð, heldur trúin þín sem verkar í kærleika. Það er það eina sem gildir. Það er opinberun Krists. Það er vilji Guðs. Það er ímynd Guðs. Af hverju? Vegna þess að hann er kærleikur. Og þú og ég erum sköpuð í hans mynd. Þú og ég erum kærleikur. En það hefur snjóað yfir, við höfum gleymt því, við höfum týnt, við höfum tapað okkur. Paradísar missir. En Kristur kom til að skafa snjóin af, til að opna dyrnar upp á nýtt, hleypa okkur út úr herberginu, borga þessa skuld okkar með bankan út af húsnæðinu, losa okkur við 450.000 kallir á mánuði, gefa okkur innra frelsi, gefa okkur líf. Okkur öllum. Allir menn eiga þetta. Ekki allir menn eru búin að kveikja og fatta það og sjá það, en allir menn eiga þetta. Og Guð er góður. Hann er bara góður. Bara góður. Og hann vil umbreyta þér og umbreyta mér. Þannig að við sjáum, þannig að við skiljum hver við erum í honum, sköpuð á honum, í hans mynd. En nú skulum við biðja saman þeir sem geta og vilja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gefum oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgefum oss vorar skuldir, svo sem ég er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eileið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.